Það sem við ætlum að skoða í dag er hvernig við sendum niðurfellingar og kröfum í bankann. Við ætlum að skoða 2 mismunandi leiðir. Svo fyrri er að fara hérna í kröfukeysluna. Og við sjáum hérna eru 2 kröfur. Önnur þeirra er með stöðuna ógild. En hin er það ekki. Við veljum hana hérna, förum í samskipti og ógilda kröfu. Veljum já. Krafan ógildist. Svo fær RB-stöðuna niðurfelld og er ógild hérna. Ég vildi sýna ykkur með hina kröfuna. Hún hefur verið ógild hérna, þannig að það hefur verið bókuð greiðsla á þessari færslu en þá eftir að senda hana í bankann, niðurfellinguna. Það er hægt að gera með sömu aðferð hérna. Það væri hægt að senda kröfuna aftur eða fara hérna í ógildingu, en mér langaði líka að sýna ykkur að í hlutverki innheimtukerfis að þá er hérna ósendar ógildingar. Þessu viljið þið halda í 0. Þannig við smellum hér, förum hérna í rafræn samskipti og senda valdar kröfur. Þá er hún dottin út hérna. Ítum á F5 til að uppfæra listan hér og ef við kíkjum inn í kröfukeysluna og þá sjáum við að báðar eru með stöðuna niðurfelld. Flóknara er þetta ekki. Takk fyrir í dag.